Þessi þáttur unnin í samstarfi við Landsnet. Nánast sama hvert litið rafmagnið gegnir lykil hlutverki í nútíma samfélagi, hvort sem að ræða atvinnustarfsemi, samgöngur eða tæknivætt heimili landsmanna. Krafan örugt rafmagn á hagstæðu verði eykst því í framtíðinni. Miklar og örar breytingar eru í farvatninu í kjölfar framfara í tækni og sjálfvirkni á svo að segja öllum þáttum daglegs lífs. Við Íslendingar búum svo vel að nota endurnýjanlega og umhverfisvæna orkugjafa. Landsnet hefur það hlutverk samkvæmt lögum að annast flutningar af orku og kerfisstjórnun. Hlutverkið gríðarlega mikið. Raforka mikilvægur orkugjafi og drifkraftur samfélagsins og núna í tengslum orkuskiptin þá mun mikilvægi raforkunnar aukast enn mikið vegna þess að rafmagn verður aðal orkugjafinn hér á Íslandi. Hreinn orkugjafi og mjög verðmætur. Við erum ekki að framkvæma nóg, það kom náttúrulega í ljós núna síðasta vetur að erfiðar truflanir ollu mikilli röskun í samfélaginu þannig að staðan ekki nægjanlega góð. Við erum að byggja upp núna flutningskerfið hægt og bítandi og við sjáum það fyrir okkur á næstu 10 árum að þá mun framkvæmdir hjá Landsneti verða mun meiri en undanförnum árum og þannig munum við svona til lengri tíma tryggja jafna stöðu íbúanna allt land. Já, rafmagnið kemur svo að segja alls staðar við sögu. Já, heimilið rafmagnað. Ný byggðalína mikið mannvirki eins og staðan í dag, sú gamla oft á tíðum full lestuð sem getur staðið uppbyggingu atvinnulífsins fyrir þrifum. Þegar gamla byggðalínan var byggð var raforkunotkunin miklu minni en hún í dag. Gamla línan þótti öflug á sínum tíma, en í dag flutningsgetan sem sagt ekki nógu mikil, auk þess sem hún ekki nógu sterk. Áætlanagerð til framtíðar þarf að þið byggjast á bestu mögulegum gögnum. Við horfum á það hvernig kerfið í dag, hvaða áskoranir eru í að reka kerfið og hvaða flöskuhálsar í kerfinu. Því við erum að byggja til langs tíma, við erum að byggja þessa næstu kynslóð byggðalínu fyrir 50 ár. Þannig að við erum náttúrulega að skoða raforkuspá og sviðsmyndir yfir raforkunotkun og svona að reyna að sjá fyrir hvernig þetta þróast. Og svo gerum við bara okkar greiningar og svona mátum nýjar línur og nýjar lausnir við það og svo þróum við þessa áætlun út frá því. Þegar ákvarðanir eru teknar framkvæmdir þarf eðlilega að taka tillit til margra mismunandi þátta, svo sem atvinnu og efnahagslífs. Og sveiflur í efnahagslífinu geta haft áhrif á svo viðamiklar framkvæmdir. Ja, við sjáum fram á það að á næstu 10 árum þá verðum við komin með samfellda tengingu hérna frá suðvesturlandinu og vesturland og norður fyrir og alla leið austur á Hérað. Þannig að það verður mikið að vera hjá ykkur á næstu árum? Já, það alveg ótt að segja það. Þetta þegar byrjað núna. Við erum fyrsti hlutin í byggingu á milli Kröflu og Fljótsdals og svo bara að fara í gang
næsti áfangi sem þá frá Kröflu og til Akureyrar. En þegar tímalínan sett upp þá hlýtur að vera mjög mikilvægt að horfa mjög langt fram í tíman. Já, út af eðli fjárfestingana eða verkefnuna, þau taka mjög langa tíma í undirbúningi. Þannig að við getum ekki bara farið að stað og byggt einhverja línu bara á næsta ári, bara ef þörfin kemur. Heldur verðum við að sjá þetta nokkuð mörg ár fram í tíman og vera svona á undan eftirspurninni. Tæknivædd framtíð í takt við samfélagið kjarninn í framtíðarsýn Landsnets. Flutningskerfið lykilinviður íslensks samfélags og þarf því að vera áræðanlegt og traust. Uppbygging nýrrar kynslóðar byggðalínu eitt stærsta og viðamesta verkefni Landsnets. Með styrkingu flutningskerfisins dregið úr orkusóun og afhendingaröryggi bætt til mikilla muna. Uppbygging flutningskerfisins kallar á vandaðan undirbúning á öllum sviðum. Kerfið þarf að vera byggt upp með nútímalegum hætti og það þarf að ríkja breið sátt. Þær leiðir sem farnar þurfa að taka tillit til samfélagsins á hverjum tíma, ásamt því að sýna ábyrgð í umgengni við náttúruna. Við erum með verkefni sem loftlínuverkefni og við erum með jarðstrengsverkefni og svo erum við með tengivirki. Þessi verkefni taka mjög langan tíma í undirbúningi og það liggur mikil fagvinna þarna bakvið því að þetta eru kostnaðarsöm verkefni og þetta skiptir miklu máli fyrir samfélagið og umhverfið. Við erum með misjafnlega löng verkefni, loftlínuverkefni taka langlengstan tíma. Þar sem öll loftlínuverkefni eru umhverfismatsskyld. Þannig þau taka óhjákvæmilega lengri tíma í undirbúningi en samt sem áður þá eru öll verkefnin okkar með mjög mikinn undirbúningstíma en loftlínuverkefni taka lengstan tíma. Meðal annars vegna umhverfismats. Hlín segir að á bakvið allan undirbúning framkvæmda liggi mikil vinna. Þess vegna sé lögð rík áhersla á að fá sem flesta að borðinu. Ekki bara sérfræðinga, heldur einnig fulltrúa sveitarfélaga, landeigenda, hagsmunasamtaka og svo framvegis. Aukin áhersla nú lögð á lagningu strengja í jörð. Já, og enda hefur Landsnet lagt töluvert magn af jarðstrengjum á undanförnum árum og frá því að Landsnet var stofnað hefur langmesti hluti af 66 og 132 kV strengjunum farið í jörðu. Þegar við erum að endurnýja og líka þegar við erum að leggja nýja strengi. Það tæknileg takmörkun á að setja hærri spennuna. Þess vegna höfum við verið að setja lægri spennuna og nýjustu verkefnin okkar eins og Korpulína í Reykjavík, við erum með Lækjartúnslínu á Suðurlandi og svo vorum við að leggja streng á milli Eskifjarðar og Norðfjarðar fyrir austan. Þannig við erum að leggja töluvert magn af strengjum í jörðu en það bara tæknileg takmörkun sem gerir það að verkum að stóru línurnar, það erfiðara fyrir þær að setja þær í jörðu. Og svo það íslenska veðurfarið, taka verður tillit til þess. Það allra veðra von á Íslandi sem kerfið verður að þola. Já, alveg hygglust. Við erum með til dæmis staðsetningu og tengivirkjum, við þurfum að skoða það vel hvar raunir best, hvar við staðsetnum tengivirkin, ásamt línunum líka, hvar getum við lagt línur, hvar ómikil ísing, hvar snjóflóðahætta og ýmislegt sem við þurfum að fara eftir til að geta lagt línunar á réttan stað og hvernig við þurfum að búa línunar á ákveðnum stöðum. Hversu mikilvægt að það náist sem víðtækust sátt alla framkvæmdir? Það skiptir miklu máli, mjög miklu máli að við náum sem breiðustu sátt. Hvort sem við erum að leggja loftlínu, jarðstrengi eða tengivirki, að við vinnum með samfélaginu og við náum sem breiðustu sátt. Áður en framkvæmdir hefjast þarf að gera margvíslegar rannsóknir svo sem að gera mat á umhverfisáhrifum þar sem spáð fyrir hvaða áhrif hugsanlega framkvæmdir geta haft á umhverfið í víðu samhengi. Slíkt mat getur því verið ansi flókið og viðamikið. Þessi vinna kallar á samráð og samtal margra. Við þurfum að vita hvert grunnástandið áður en við leggjum á stað með framkvæmdina, reyna að sjá fyrir hvað einkennir áhrifin og út frá því að reyna að segja til áhrifin. En hver tilgangurinn með mati á umhverfisáhrifum? Tilgangurinn að varpa ljós á það að menn sjáu fyrir mögulega áhrif, menn getur þá reynt að leggja til mótvægisaðgerðir. Við notum þetta til þess að bera saman valkosti, þannig að við sjáum að valkosti geta haft mismunandi áhrif. Og við notum þetta ferli til þess að kynna fyrir almenningi þegar við erum að leggja af stað með framkvæmdir og reynum að fá þau almenning með okkur að borðinu. Það mjög mikilvægt. Það eru mjög margir. Við ráðum ýmsa sérfræðinga, fagaðila, hvern á sínu sviði til að rannsaka fyrir okkur grunnástandi. Við erum í samtali við hagsmunaaðila, landeigendur og svo bara allan almenning sem hefur áhuga á málinu. En einnig eru svona opinberar stofnanir, fastir umsagnaraðilar, umhverfisstofnun, heilbrigðiseftirlit og svo náttúrulega skipulagsstofnun sem að
svona heldur utan þetta ferli. En þetta getur verið ansi flókið og viðamikið á köflum? Þetta getur verið það og framkvæmdir Landsnet eru náttúrulega framkvæmdir sem að geta verið 10 kílómetra og náðu nokkuð sveitarfélög og snert mjög marga hagsmuni. Þannig að þetta mjög oft mjög margir þræðir sem þarf að tengja saman. En hversa mikla áherslu leggið þið á að það sé faglega unnið að öllum þáttum? Við reynum að leggja alla áherslu á það af því að það skiptir mjög miklu máli að í þessum undirbúningi sé unnið faglega því traustari grundvöll höfum við fyrir ákvörðunum okkar síðar meir og að allar þessar faglegu upplýsingar séu aðgengilegar, við getum rættar út í samfélagi þegar við erum að kynna framkvæmdirnar, þannig að það bara skiptir öllu máli. Slík vinna getur á köflum orðið flókin og jafnvel torskilin almenningi þegar sérfræðingar setja fram og kynna sín gögn. Rut segir mikilvægt að öll gögn séu sett fram á mannamáli sem flestir skilja. Þetta skiptir mjög miklu máli og sérstaklega kannski þegar maður að fást við fyrirbæri svo rafmagn og alls konar hugtök sem að ekki á hvers manns færi að þekkja að skilja. Hvaða gögn eru helstu notuð við slíka vinnu? Varðandi bara grunnrannsóknir á náttúrufari þá erum við að afla upplýsingar gróðurkort, getur upplýsingar vatnafar, fugla, fornleifar, þannig að þetta alls konar skráningar sem að eiga sér stað náttúrufarslega en að sama skapi þurfum við líka náttúrulega að taka inn í þetta tæknilega, hvað tæknilega mögulegt og þá erum við kannski komið með svona meiri sérfræði tæknilega og það skiptir miklu máli að koma því frá sér á svona skiljanlegt mál. Rut segir að Landsnet leggi áherslu á opna umræðu eins fljótt og hægt og þá valkosti sem koma til greina varðandi fyrirhugaðar framkvæmdir. Rafrænar upplýsingar af ýmsum toga eru mikið notaðar og aukast reyndar ár frá ári. Þetta bara áskorun sem að allir að takast á við sem að kynna hvort sem það umhverfismat eða skipulag að það að gera gögn aðgengileg og fá til þess að fólk geti tekið þátt því að þáttaka almennings og hagsmunaaðila skiptir mjög miklu máli til að þetta gangi sem best fyrir sig. Rafmagnið kemur við sögu svo að segja allstaðar, oft á tíðum án þess að við gerum okkur grein fyrir því fyrir en að gáð. Mjólkurframleiðslan til dæmis afskaplega háð rafmagni. Já, rafmagnið kemur víða við sögu í fjósinnum, rétt eins og allstaðar annarstaðar í atvinnulífinu. Það að mörgu að huga þegar nýjar línur eru lagðar og ný byggðalína þar engin undantekning. Línur eru sjáanlegar og hafa áhrif á umhverfið. Á undanförnum árum hefur það fæst í vöxt að línur séu lagðar í jörðu og því spurt hvers vegna eru ekki allar línur lagðar í jörðu. Verkefnastjóri rannsókna hjá Landsneti segir ýmsar ástæður fyrir því, þóttu tækninni hafi vissulega fleygt fram í þessum efnum. Eftir því sem spennustigið hækkar verður erfiðara að leggja strengi í jörðu. Þetta einskýringin og þær eru fleiri. Spennustig hefur þar mikið að segja. Það erfiðara að leggja línur á hærri spennum í jörðu en í dreifikerfum, lágspenntari hlutum dreifikerfisins, þar hefur mjög mikið verið lagt í jörðu og eins leggur Landsnet allar sínar lagnir sem hafa verið lagðar á 66 kV og 130 kV hafa verið lagðar í jörðu. En eftir því sem spennustigið hækkar, til dæmis upp í 220 kV eins og verður á nýrri byggðalínu, þá eru ýmsir tæknilegir vankantar á því og takmarkanir á mögulegri jarðstrenglingu. Hverjir eru helstu hindranirnar?
Það jarðstrengir sem eru undir spennu, þeir framleiða svokallað launafl. Það svona afl sem gerir ekkert annað, það sveiflast fram og tilbaka í kerfinu. Það framkvæmir enga vinnu, en það hefur áhrif á spennuna í kerfinu og getur valdið spennutruflunum og því meiri spennutruflunum sem kerfið sem jarðstrengurinn tengist inn í veikara. Veikt kerfi getur tekið við mun styttri jarðstrengsköflum heldur en sterkt kerfi. Og þessi tæknilegu vandamál þau vaxa með spennustiginu. Eru ekki til tæknilegar lausnir til þess að ráða bót á þessu? Jú, það svona upp að ákveðnu marki. Við tökum það með í reikningin í öllum okkar greiningum að þá hægt að setja svokölluð spóluvirki á enda strengjana til þess að gleypa, ef hægt að segja sem svo, hluta af þessu launafli þannig að það fari ekki út í kerfið sem slíkt og hafi þar af leiðandi minni áhrif á spennugæðin, skulum við segja. En það að setja jarðstreng og svona spóluvirki, það breytir í rauninni grunneiginleikum flutningskerfisins og getur valdið því að við förum að sjá alls kyns sveiflur af öðrum tíðnum heldur en þessar venjulegu 50 riða rekstrartíðni sem á riðstraumnum í kerfinu. Hugum þessu næst að bilunum í kerfinu mikill munur á því að gera við bilanir annars vegar í loftlínukerfinu og svo kerfinu sem lagt í jörðu. Það tiltölulega auðvelt að sjá bilun í loftlínu og finna hana og staðsetja hana með mikilli nákvæmni því að það leynir sér yfirleitt ekki ef það slítinn vír eða brotin einangrar eða eitthvað slúðis. Svo þetta náttúrulega til aðferðir og tækjabúnaður til þess að greina og staðsetja bilanir í jarðstreng. En það hægt að staðsetja það með nokkuð þokkalegri nákvæmni en 100% vissu fær maður ekki fyrr en búið að grafa niður á strengin og staðsetja bilunina, sjá bilunina með berum augum. Og það mun fljótlegra að gera við bilun í loftlínu heldur en í jarðstreng. Í jarðstrengnum þarf að grafa sig niður á bilunina og byggja yfir eitthvað skýli eða tjald því að viðgerðin þarf að fara fram í hreinu umhverfi og svona þumalputta reglan að viðgerð á loftlínu getur tekið kannski upp undir nokkra daga. Viðgerð á jarðstreng af stærri gerðinni þá, 130 kV eða hærri spennu. Það getur tekið á stærðargráðinni einhverjar vikur á meðan og sæstrengur getur tekið jafnvel mánuði að gera við hann. En bilanatíðnin, hún hugsanlega ekki eins algeng í jörðu eins og í lofti? Nei, það alveg rétt hjá þér að megin þorri truflana og bilana í loftlínum veðurháður. Það ísing, það eru vindar sem valda skemmdum. Og jafnvel í einstaka tilfellum, sérstaklega á minnstu línunum, að það áflug fugla. En það gerir þá ekki annað en kannski að slá út línunni og svo hún komin inn aftur. Það ekki skemmd, ekki bilun þannig. En á meðan jarðstrengur náttúrulega eðli málsins samkvæmt algjörlega varinn gegn veðrum og bilar þar af leiðandi sjaldan. En eins og ég sagði áðan, að bilanartíminn, viðgerðartíminn talsvert lengri í jarðstreng heldur en í loftlínu. Þannig að svokallað ótiltæki jarðstrengsins, sem sagt sá hluti ársins sem hann ekki tiltækur til að flytja rafmagn, kannski ekkert minni heldur en í loftlínu. En þá ekki einfaldast að leggja línur samhliða þjóðvegakerfinu? Magni Þór segir það sums staðar gert en slíkt geti verið flókið og óhagstætt ýmissa hluta vegna. Hann segir að umræðan í þessum efnum hafi þroskast á undanförnum árum, skilningurinn sem sagt aukist á tæknilegum útfærslum. Fólk gerir sér betur grein fyrir því að það eru takmörk fyrir því hvað hægt að leggja mikið á jarðstrengjum í raforkukerfinu og átta sig á því að jarðstrengir eru takmörkuð auðlind. Flutningskerfi Landsnets eðlilega í stöðugri þróun, þess vegna, meðal annars, kerfisáætlun gefin út á hverju ári uppbyggingu flutningskerfisins, þar sem tekið tillit til raforkuspár og fyrirséðra breytinga einstakra viðskiptavina. Tilgangurinn meðal annars að viðhalda og tryggja örugga og hagstæða orkuafhendingu til viðskiptavina. Áætlunin ekki bindandi, heldur hún tæki Landsnets til að kynna þau verkefni sem fyrirtækið telur eðlileg til að stuðla að öflugu raforkuflutningskerfið framtíðar. Að baki slíkum áætlunum liggja margs konar rannsóknir og einn þátturinn til dæmis ísrannsóknir.
Já, við höfum stundað ísrannsóknir, Landsnet og forvera þess áratuga skeið og það má segja að skiptist í svona 3 meginþætti. Það í fyrsta lagi þá höfum við safnað gögnum ísingatilvik á línukerfinu sem í rekstri hverju sinni. Síðan rekum við mjög víðtækt mælikerfi með sérstökum rannsóknarstöðvum sem vítt og breitt um landið. Og svo í seinni tíð þá höfum við æ meir stuðst við hermilíkon sem eru svona má segja tvískipt. Það annars vegar hermun á veðuraðstæðunum og síðan hermun á því hvernig ísingin hleðst á leiðara og mannvirki. Þannig að þessar upplýsingar eru mjög mikilvægar þegar verið að bera saman leiðirnar sem eru til skoðunar. Þegar ísrannsóknir eru annars vegar þarf að styðjast við spár veðurfar framtíðarinnar, hlýnun jarðar og fleiri þætti, svo sem líkur á auknum sviptivindum og óstöðugra veðurfari. Við erum að glíma við fyrst og fremst 2 gerðir ísingar á Íslandi og það annars vegar slydduísing sem að myndast fyrst og fremst þegar hitastigið svona nálægt frostmarki og ef að sú lína færist ofar þá geta vandræðasvæðin færst til og þetta þarf að átta sig á og sama að segja hina svona megin gerð ísingar sem við erum að glíma við, það skýjaísingin sem ofar í landinu, öðru jöfnu, til fjalla, þar sem að línur eru útsettar fyrir veðrum. Að þar má nokkuð ljóst vera að ef að verður einhver línum þá færist þetta skýjagólf sem við köllum ofar og þar með færast vandamálin til. Línur þurfa að falla sem best að landslaginu, möstrin að hækka, en hvers vegna það? Já, við erum farin að nota stærri möstur. Spennustig á þessum nýri línum hærra sem að kallar á meira bil á milli passana eða leiðarana og það að vera meira bil niður til jarðar þannig að það leiðir að sjálfu sér að möstrin hækka en þar með fylgir líka að þá eru bil á milli mastra lengra þannig að á móti kemur þá semst að möstrum fækkar sem svona þannig sé jákvætt gagnvart sýnileikanum. En hversu framarlega stendur Landsnet í þessum efnum miðað við þær þjóðir sem við viljum gjarnan bera okkur saman við? Hvað með til dæmis gagnabanka sem stuðst við í allri áætlanagerð? Já, ég held sé þetta fullyrða það. Við erum búin að safna gögnum mjög langt skeið og komum með langar mæliseríur sem mjög mikilvægt þegar unnið með þessi mál og við höfum verið í miklu alþjóðlegu samstarfi og lagt til efni í staðlagerð á alþjóðavettvangi þessu sviði. Já, Íslendingar standa framarlega. Starfsemi Landsnets margþætt hjá þessu fyrirtæki sem telst vera eitt mikilvægasta innviðafyrirtæki landsins. Samráð við helstu hagaðila landsins varðandi uppbyggingu raforkukerfisins að aukast, svo og samtal við almenning. Samráð nauðsynlegt í uppbyggingu svona mikilvægra innviða eins og meginflutningskerfi raforku. Það líka þannig að samfélagið mjög tilbúið í samráðið. Það sama hvert hort það getum hort til almenning, sveitarfélaga, samtaka eða stofnana. Þetta eitthvað sem allir vilja. 2017 þegar við vorum að hefja þessa vegferð, þá var þetta svona kannski svolítið nýtt getum við sagt, en síðan þá hefur stjórnvöld hafa stofnað samráðsvettvang og það fara af alla á stað minni eða stærri verkefni á þess að svona markmið í þeim sé að eiga samráð út í samfélagið. En geta allir í raun og veru þá haft áhrif? Ef ég svara þessu einfalt, þá hægt að segja já við því og það held ég sé svona markmið að við séum á leiðinni þangað. En í dag þá það þannig að við skiptum samtalin út í samfélagi kannski upp í 3 einingar eða það sem við höfum aukið, þá horfum við á þetta í svona 3 fösum í 3 einingum. Við horfum á þetta í fyrsta lagi á landsvísu og þar var stofnað hagsmunaráð Landsnets og það svona liggur í hlutarins eðli, í því sitja fulltrúar þeirra orkuframleiðenda, orkuneytenda, samfélags og umhverfis og svo fræðasamfélagið hefur tekið inn í þetta. Og það ráð sem að starfar á svona breiðum grunni bara á ársgrundvelli og komið til að vera, það stofnað og verður áfram. En svo stærri svæðisbundnum verkefnum og þar getum við nefnt verkefni eins og Blöndulínu 3, Hólasandslína, Suðurnesjalína 2. Þar erum við með verkefnaráð, höfum við stofnað það og þar sitja fulltrúar sveitarfélaga á fyrirhugaðri línuleið og þar sitja fulltrúar umhverfis og fulltrúar atvinnulífs, fulltrúar fræðasamfélagsins líka og hvernig skipan í ráði í hverjum tíma, á hverjum stað, það náttúrulega mjög breytilegt og við séum að horfa á þessa þætti við miðum við
þríhyrningin okkar góða sem á 3 hopnum. Það umhverfi og samfélag og það öryggi og það kostnaður. Þannig að við lítum til þess að það séu fulltrúar þessara aðila inni í þessum ráðum. Og tilgangurinn að ná sátt fyrirhugaðar framkvæmdir. Við leggjum áherslu á það að ná sem breiðust með fjölbreyttum hóp inn í þetta. Við líka lagt áherslu að reyna að huga að jöfnustum skiptingu kynjanna. Það markmið sem við erum alltaf að horfa á. Við getum sagt að það mjög mismunandi á milli ráða líka hvernig það tekist til, en það markmið sem við erum alltaf að horfa til. Og ég nefndi áðan við værum með verkefnaráð í svæðisbundnum verkefnum. Í þeim sitja ekki fulltrúar landeigenda, enda sá hópur mjög fjölbreyttur og stór og við getum kannski erfitt að fá okkur einn til að sitja þar sem endurspegla þau sjónarmið fyrir alla. Þannig að við erum með landeigendur svipaðan vettvang og verkefnaráð fyrir landeigendur. Þar bjóðum við öllum landeigendum á línuleiðin og jafnvel þessar í nánasta umhverfi saman og þeir starfa í takti við verkefnaráðið. Þeir fá sömu kynningar, við erum líka með vinnustofur þar sem allir koma að og við erum að fjalla eins og greiningu valkosta. Og traustið, það skiptir öllu máli. Við flytjum ekki fjöll, það ekki þannig, en ég held að með auknu samráð og samtali við hagaðila þá náum við auknum skilningi og við náum, mín trúar við náum sem bestri sátt út í samfélagið með því að vinna á þennan hátt. Örugg afhending orku mikilvægasta verkefnið, en samhliða því þarf ákvarðanataka að vera gegnsæ og byggja á öflugri upplýsingagjöf, samtali og samvinnu, segir forstjórinn. Við erum að byggja mannvirki sem eiga endast mjög lengi. Þau hafa heilmikil inngrip í umhverfið og það þarf að fara mjög varlega og reyna að velja bestu lausnir. Á sama tíma erum við náttúrulega að kljást við alls konar sveiflur í samfélaginu sem við þurfum líka að taka tillit til, en langtíma hugsunin þarf að vera í skýr og við sjáum það fyrir okkur að rafmagn það mun verða notað á mjög fjölbreyttari hátt í framtíðinni en það gert í dag og það akkurat þessar hugmyndir sem við leggjum til grundvallar í okkar ákvarðanatöku. Okkar hlutverk á orkumarkaði fyrst og fremst að stuðla að markaðsviðskiptum með orku. Við erum ekki hagsmunaaðili sem slíkur, heldur eigum við að búa til svona markaðstorg þar sem orkuviðskipti geta á sér stað. Þetta hlutverk gríðarlega mikilvægt út frá mörgum sjónarhornum, meðal annars orkuöryggi vegna þess að orkuviðskipti kom mjög sterkt inn í það. Gagnsæ verðmyndun, að fá gagnsæja verðmyndun og orku í landinu gríðarlega mikilvægt. Auk þess sem að orkuviðskiptin og gagnsætt verð tryggi betri og ábyrgari notkun á orkunni og meðferð hennar sem líka stórt umhverfismál. Í raun og veru skiptir samfélagið og umhverfið öllu máli fyrir okkur hjá Landsneti vegna þess að við erum fyrst og fremst þjónustufyrirtæki fyrir bæði einstaklinga, fyrirtæki og bara almenning í landinu, þannig að gott samtal skiptir okkur miklu máli. Við vitum það líka að það framkvæmdir sem við erum að fara í, þær hafa heilmikil inngrip og mjög mikilvægt að náist sem viðtæku sátt þau og auðvitað náttúrulega orkan svo það mikilvæg að hvernig farið með orkumál skiptir samfélagið allt öllu máli. Í raun og veru þá þurfum við alltaf að vega og meta öll þessi 3 sjónarmið saman. Öryggissjónarmið fyrir orkuöryggið, viðskiptasjónarmið gagnvart orkuverðinu og meðhöndluninni og verðmætasköpuninni og síðan umhverfissjónarmiðið. Það að segja að fara vel með orkuna, nota hana á ábyrgan hátt og reyna að gera sem allra best í þeim mannvirkjum sem við erum að reisa þannig að þau falli sem best á umhverfinu og valdi sem minnstri röskun. Og í lokin horfum til framtíðar. Við erum að nota hreina innlenda orkugjafa á landinu og við erum að sjá fram á það að þetta verður drifkraftur samfélagsins, þannig að ég held að það sé mjög björt framtíð.